Bara svona fyrstu viðbrögð, bara fyrst eftir leik. Bara erfiðleikur, bara kannski byrjaði að óska Víkingum til hamingju með afmæli, 115 ára afmæli Víkings og óska líka liðinu til hamingju með lengju bikarinn. Lengju bikarinn er alltaf skemmtilegt afrek og óska John og hans liði til hamingju með það. En við höfum átt betri það er nokkuð ljóst að tapa 6-0 er svolítið þungt á okkur. En já, svona bara ósáttum með svolítið attitúti í okkur. Við komum svolítið litlar inn í leikinn og svona hugsum aðeins í seinni hálfleik, 4-0 í hálfleik og hugsum aðeins seinni en það var ekki nóg gott og ég held að við vitum það bara best sjálfur. Þetta hefur náttúrulega gengið í þessu sögu svona á undirbúningstímabilinu. Hvernig svona farið inn í, þú veist, heldur þetta fara í hausinn á leikmönnum og vera spáð neðst og beint aftur niður og svona heldur þetta hafi áhrif inn í sumarið? Ég held að við bara getum stjórnað að sjálfsögur alltaf er þetta að tapa og við erum búin að tapa mikið í vetur og við töpum líka mikið í fyrra vetur. Það hafði ekki áhrif á árangur liðsins síðasta sumar. Ég held að svolítið við stjórnum bara þetta stelpna stjórnum svolítið sjálfar og þetta búið að vera mjög erfið vetur en við höfum líka lent í ákveðnum skakkafullum og sjaldan spila okkur sterkastu liði, margir leikmenn komið. Við erum með það bara að smíða púsla liðið saman og stelpurnar hafa verið óbúslega duglegar í vetur að æfa, við erum búin að vera í þungu prógrami. Þannig að ég held bara að svona eftir hvernig við ætlum að nálgast sumarið, hvað við viljum gera, það held ég að muni hafa áhrif. Og ég held að snúist eiginlega bara mest það hvernig stelpurnar ætla að koma inn í sumarið því að mikil eftirvænting, mikil spenna fyrir því að fara í lengjudeildina. Ég held að það skiptir svona mestu máli hvernig stelpurnar ætla og við erum svo sammála það að við erum svo mikið að trúa á þessu stelpum og við heldum að það mun ekki hafa slæm áhrif að tapa mikið leikjum með úrvalsdeildinni. Þeir eru búin að fá inn þó nokkra útlendinga sem við hefum kannski ekkert mikið séð af eins og í dag hvað Greis kemur inn að 5 mínútur eða eitthvað. Bindið mikla vonir við þær og að þær eiga þær eftir að hjálpa ykkur mikið í sumar? Já, alveg 100% sko. Greis því miður þurfti að koma inn á þetta. Því miður, eftir að Katrín fekk höfðu ekki þau frábæra tæklingu þurfti hún því miður. Hún er búin að vera að díla aðeins við smá meiðsli og já, við gerum alveg við erum mjög spenntur eftir þeim 4 stelpum. Lena er alltaf búin að spila leiki og Alexa líka. Brooke fær vonandi leikheimild til fyrst. Þau þurfti að bíða eftir leikheimild þannig að hún hefur ekkert spilað en við bindum mikla vonir við það en þær eru ekkert að koma og halda liðinu uppi skilur. Þær koma inn og styrkja ykkur vissulega mikið og eru allar 4 mjög góðar ólíkir leikmenn en þær koma styrkja ykkur en við þurfum á meira frá íslensku stelpunum líka. Þær þurfa líka að stíga upp og sýna að þær eru úr hverju að gera þær og sýna þessu tilbúin að spila í fyrstu deild. Talandi Katrín er í lagi með hana, hvernig leit þetta út? Já, hún er algjör nagli þessi stelpa. Hún fór í bara brjálæða tækling, þetta var góð tækling hjá henni. Hún var óheppin að fá sóluna af sóknarmönnunum í hausinn á sér en hún verður allt í lagi. Hún grjótörð og var farin að lægja eftir leikslok þannig að við bara þurfum að fylgjast með henni. Höfuðorkar er náttúrulega bara alvarlegir og vonandi myndi ekki hafa ómikil áhrif á næstu viku fyrir hana. Takk fyrir. Takk.